Ferskar hugmyndir og nýsköpun eru sífellt mikilvægri þættir í breytilegu samfélagi og hvað þá á strjálbýlum svæðum sem þurfa að mæta ýmsum áskorunum. Til stendur að sameina 2 stór sveitarfélög á Norðurlandi eystra, Þingeyjarsveit og Skútustaðahrepp. Og til þess að skapa umgjörð utan mannauðinn og hugmyndavinnuna var ráðist í nýtt verkefni sem ber heitið Nýsköpun í Norðri. Hugmyndin af þessu verkefni kviknaði í samhengi við sameiningaviðræður Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar 2019. Þá fórum við að velta fyrir okkur sameina til hvers. Það út af þessi einfaldur hlutur að sameina stjórnsýslu. Það ekkert mjög flókið mál, en okkur fannst að við þyrftum að sameinast eitthvað, einhverja framtíðarsýn, einhverja sókn til nýrra tíma, og þannig var til hugmyndin að Nýsköpun í Norðri, sem að hafði það svona leiðarljósi að samhengi verndar og nýtingar, hringrásarhagkerfi, taka forystu í loftslagsmálum, græna verðmætasköpun og svona strángtekið má segja áherslu á mannauðinn sem væri til staðar á svæðinu og sem við gætum dregið og laðað inn á svæðið. Þannig byrjuðum við að hugsa Nýsköpun í Norðri. Dreifbýlið auðvitað tilkomið af fámenni. Það ekkert mörg hundruð ár síðan, og raunar ekki mörg hundruð ár, að hér bjó á svæðinu miklu fleira fólk og var raunar offjölgun á svæðinu og þess vegna fóru ansi margir til Vesturheims hérna á þessu svæði. Já. Þannig að við fórum svona að velta fyrir okkur hvað það sem sameinar okkur. Og við eigum alla þessa orku og allar þessar auðlindir og við eigum síðan auðlindina sem við höfum ekkert sinnt mikið undanfarið, sem víðerni. Og við hugsuðum þetta fyrst og fremst til þess að gera svæðið eftirsóknarverðara fyrir fólk að búa í og koma til að búa í. Skapa störf. Skapa störf, skapa umhverfi sem að laðar til sín mannauð. Af því að við trúum því í Nýsköpun í Norðri að við þurfum að leggja miklu meiri áherslu á mannauðinn í framtíðinni heldur við höfum kannski gert til þessa. Að tími hinna stóru lausna sé kannski liðinn. Og ef við ætlum að skjóta fjórðu stoðinu undir hagkerfi okkar Íslendinga og velferð okkar Íslendinga, þá þurfum við að einbeita okkur að mannauðnum. Upplýsingatækniiðnaði og þekkingariðnaði, og við erum að hugsa til þess. Við erum með ljósleiðara allt þetta stóra svæði, þannig að við erum vel tengt við umheiminn. Og þá bara spurning, ekki eitthvað fólk sem býr yfir þekkingu, menntun og reynslu sem vill koma hingað og vinna því að byggja upp framsækið, skemmtilegt, eftirsóknarvert samfélag með okkur, þó að vinnan þess sé kannski London, Paris, Rome eins og sagt í gamla daga, skilur. Og þetta bara ný tækifæri. Búsetu þróun á Íslandi hefur verið bara með einum hætti. 1906 minnum ég bjuggu einhver 6.000 manns í Reykjavík. Og svo bara snýrist þetta við. Já. Og nú eru í raun ekki nema 20% þjóðarinnar sem búa í raunverulegu dreifbýli. Og þetta náttúrulega einhver staða sem maður getur ekki haldið áfram endalaust. En það ekkert sem að bendir til þess að menn í alvöru vilji snúa þessu við. Og þegar verið að tala nýsköpun, þá þurfum við líka fjármagn í nýsköpunina. Og við þurfum mikið fjármagn. Ekki milljón hér og milljón þar sem menn geta hvorki lifað eða dáið af. Sem betur fyrir hugsunin aðeins að breytast, en fjármagnið inn í nýsköpunina og þróunina út landið enn að mjög skornum skammti miðað við stórkallalegar ívilnanir sem hafa átt sér stað undanfarna áratugi. Já. Og við þurfum bara að hugsa upp á nýtt. Bara veltum fyrir okkur, hvað gerist ef við á norðausturhorninu setjum nokkra milljarða inn í skapandi greinar? Hvernig mannlíf, hvernig samfélag verður úr því? Það verður alvöru samfélag. Litríkt, alvöru samfélag, af því að það byggir á mannauð. 6 lykilaðgerðir hafa verið kynntar eftir mikla undirbúningsvinnu. Strax hefur verið hafist handa við það sem efst á blaði að útbúa staði sem miðstöðvar fyrir frekari vinnu. Aðgerðir til þess að byggja upp klasa, nýsköpunar og þróunar og fræðasamstarfs, og fyrsta skrefið í því voru kaupin á Hótel Giga eða gamla Skútustaðaskóla upp fyrir Skútustaði,
og þá sjáum við fyrir okkur að þar verði gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs og miðstöð þess rannsóknastarf sem verið að vinna á svæðinu og aðstaða til frekari þróunar. Og svo förum við hér niður í Áróru Observatóri og Seglu, miðstöð menningar, framhaldsskólan á Laugum og síðan yfir í Hnjóskadal þar sem við erum að hugsa okkur að verði miðstöð aðgerða 2 sem kolefnisbinding með skógrækt og þar er mikil saga, mikil þekking á skógrækt í Hnjóskadal og því svæði og síðan inn til Háskólans á Akureyri og yfir til Húsavíkur í þekkingarneti sem allar sér að fara í uppbyggingu þar. Þannig við getum myndað svona klasa hér á norðausturhorninu sem að vinnur saman í þessu nýsköpunarumhverfi sem við erum að tala um. Mikil tækifæri leynast í matvælaframleiðslu, auðlindanýtingu og vinna við að útbúa stafrænt kort af svæðinu er hafin. Það er búið að skrásetja óhemju mikið af sögum sem liggja á bakvið þá áfangastaði sem merktir eru inn á kortið, skilur. Þetta verður mjög spennandi og við erum í samstarfi við Listaháskólan, við erum í samstarfi við Háskólan á Akureyri, Háskóla Íslands, Edinborgarháskóla. Við erum semst að reyna að búa til tengslanet út fyrir svæðið til þess að sækja okkur þekkingu sem ekki til staðar á svæðinu. En fyrsta áhersla er að nýta þá þekkingu mannauð sem er til á svæðinu sjálfu. Kannski er það borgar hérna þróunin sem er átt sér stað að landsbyggðin er svona með ákveðna minnimáttarkennd sem getur auðvitað á tímum brotist út í stórmennsku brjálæði, en það er alveg eðli minnimáttarkenndar, skilur. Það er skárra en að gera ekki neitt? Það er skárra en að gera ekki neitt og svona alveg grínlaust þá verðum við að bregðast við. Við höfum verið að vinna hlutina með svipuðum hætti í 100 ár og hvar erum við nú? Við erum að hugsa þetta, viðmiðunar ártalið okkar er 2050. Þá verður hér risið Toskana norðursins. Það er ídean og fólk kemur til Íslands til þess að heimsækja þetta svæði. Sjáðu bara alla náttúruperluna sem við höfum hérna. Sjáðu víðernin. Ef þú elst upp í stórborg og hefur aldrei upplifað annað en manngert umhverfi, þá er þetta ótrúleg upplifun, ótrúlegt ævintýri. Maður hefur farið hér með fólki sem að upplifir þetta með svo ákveðum hætti að við tengjum ekkert, við lifum alltaf í þessu. Okkur finnst þetta ekkert merkilega. Nei. Það er þannig.